Við höfum verið að fylgjast með bláu ninjónum og reyndum að ná sambandi við þær fyrir helgi, sendu þeim bréf. Og við vorum að lenda í þeirri furðulegu lífsreynslu að við vildum ná tali af þessum mönnum og þá allt í hennu komið hérna í hús rétt áðan, sögðu ekki orð. Ég vona á þetta skrýtni mönnum ungum, bláa fötum. Og þetta voru náttúrulega bláar ninjur. Já, og eru með svona fyrir munninum líka, sem sagt, þeir eru alveg bláir frá topp til táar. Og komu með hérna bréf handa okkur. Og í því stendur ég sem sérlegur talsmaður bláu ninjana hef það óöfundsverða hlutverk að tilkynna yfir að bláu ninjana sjá sér því miður ekki fært að mæta í munnlegt viðtal í áriðsulan útvarpsþátt yðars. Við viljum hins vegar koma eftirfarandi á framfæri. Takmark bláu ninjana að fá fólk til þess að hugsa, en það vil svo til að opinber stefna okkar að miðla þessum málstað sínum með umhugsunarverðum athöfnum, athyglisverðum gjörningum sem að riðla og brjóta upp hinn hefðbundna hversdagsleika, ekki aldrei með orðum, setningum eða tunguhreyfingum. Þannig að núna veist þú það, kæri hlustandi, ef að þú sér bláa ninjur einhvers staðar, þar verða á veginum núna í sumars, þá veistu hvað máli snýst.